Komið sæl, þetta myndband fjallar tíðir og beygingu sagna. Þetta ensk málfræði með Ödda. Við ætlum að byrja á að skoða beygingamyndir sagna. Þær eru þrjár, nafnáttur, infinitive, önnur myndin kallast þátíð eða past tense og þriðja myndin, eins og við köllum hana, heitir past participle. Mætti líka þýðast sem lýsingarháttur þátíðar. Ef við skoðum nokkur dæmi, þá erum við með sögnina to drag. Ég set to inn í sviga því að það er í rauninni orðið sem hjálpar okkur að mynda þessa kennimynd sagnarinnar. Í þátíð er hún dragged og í þriðju myndinni þá skelli ég þarna inn í sviga hjálparsögninni sem að hjálpar okkur að finna út úr því hvernig hún hljómar í þriðju myndinni and I have dragged. Turn out, to turn out, turned out, and I have turned out. Við tökum eftir því að þessar tvær fyrstu sagnir enda á ed bæði í þátíð og þriðju myndinni sem að þýðir að þetta eru reglulegar sagnir. Reglulegar sagnir bæta við sig ed í endan í þessum tveimur kennimyndum. Hinar tvær aftur á móti eru það sem við köllum óreglulegar sagnir. To go er í þátíð went og í þriðju mynd I have gone. To be, ein algengasta sögnin í ensku, er was í þátíð og been í þriðju mynd, eða I have been. Takið eftir því að þriðja myndin er bara myndin sjálf, ekki sögnin have á undan. Þetta hjálpar okkur síðan til þess að skoða tíðir sagna sem við ætlum að fara í hérna eftir smástund. Í þessu myndbandi ætla ég að fjalla einungis tvær af nútíðunum í ensku. Þær eru vissulega fleiri en þær koma síðar. Þær sem ég ætla að tala eru present simple, einnig stundum kölluð bara present tense eða einföld nútíð á íslensku. Einföld nútíð er notuð til að lýsa því sem fólk gerir alltaf, stundum, sjaldan eða aldrei. Í einfaldri nútíð þurfum við enga hjálparsögn og dæmi eru I play football, þetta er eitthvað sem ég geri bara reglulega. She eats candy, þannig að hún bara borðar nammi, hún er ekkert endilega að borða núna en almennt séð þá borðar hún nammi. Hin nútíðin sem við ætlum að skoða í þessu myndbandi er kölluð present perfect á ensku. Þýðingin er núliðin tíð. Present perfect eða núliðin tíð er notuð til að lýsa liðnu atviki sem hefur áhrif í nútíðinni. Til þess notum við hjálparsögnina have eða has og síðan notum við þriðju myndina af sögninni. Dæmi, I have played football. Þetta er eitthvað sem ég hef einhvern tímann gert og hefur áhrif á það sem hvernig ég er í dag. She has eaten candy. Einhvern tímann í fortíðinni. Við ætlum líka að skoða þátíðar myndirnar af þessum tveimur. Það er að segja past simple eða past tense sem er einföld þátíð og hins vegar past perfect eða þáliðin tíð. Ef við byrjum að skoða einfalda þátíð þá lýsir hún því sem gerðist og var lokið í liðinni tíð. Það er engin hjálparsögn notuð í einfaldri þátíð. Við skulum skoða dæmi. I played football last week. Þetta er atburður sem er liðin og búinn í þátíð. She ate candy yesterday. Aftur eitthvað sem er búið og gert í þátíð. Past perfect aftur á móti eða þáliðin tíð er notuð til að lýsa liðnu atviki sem gerðist á undan öðru atviki eða atburði í fortíðinni. Til þess notum við hjálparsögnina to have í þátíðamyndinni, það er að segja had. Dæmi, I had played football before I started boxing. Þarna spilaði ég fótbolta áður en ég byrjaði í hnefaleikum. Síðasta tíðin sem er til skoðunar í þessu myndbandi er framtíð. Það eru tvær leiðir algengasta til að lýsa því sem mun gerast í framtíðinni. Það er annars vegar með að nota orðið will og hins vegar með að nota orðin going to. Dæmi, I will play football tomorrow. Ég mun spila fótbolta á morgun. I am going to play football tomorrow. Þýðir nokkurn veginn það sama, ég ætla eða ég mun
spila fótbolta á morgun. Þetta var tíðir og beygingamyndir sagna í enskri málfræði með þetta. Þangað til næst.